Og þá erum við mætt til Austin, Texas. Hvað fokkanum að gera? Ég ekki alveg tilbúin að fá með McDonald's fyrir klukkan 7 á mótana. Vlogginu byrja aftur. Nú klukkan 4. Það þriðjudagurinn 7. júlí í dag. Við erum að fara til Texas. Það allt rosalega fínt og hreint heima. Kameran ready. Við erum með nýja DJ-mækinina. Við vorum að klára pakkitöskur. Við vorum að klára að taka til í húsinu. Frænkan Sillu verður með Gilla. Gilla er að hósa súpa. Allt orðið mjög fínt. Töskunar eru ready. Silla er að klára að gera sér ready líka. Við vorum búin að ákveða að fara ekki seinna en 16:30. Við erum að skutla lyklinum á húsinu til hennar og svo keyra upp á völl. Lækningar að fá bílinn okkar klukkan 17:35. Það ætti að nást. Eða ekki? Argentína, Egyptaland var að byrja. Ég ætla að spá þessu 2-1 Argentína. Ég held ekki með Argentínu. En við ætlum alltaf að fara, sjáumst upp á velli. Erfitt að vlogga og komið tvær töskur. Let's go! Heyrðu, allt komið. Það eru 809 kíló, það er bara rétt undir. Við fórum sérstaklega að tala til ykkar Íslendingar leiðin til Tenerife. Þið þurfum ekki að mæta svo 4-5 tíma fyrir flug á flugvöllinn. Það eru núna undir 2 tímar í flug. Það var engin röð að checka sig, engin röð að fara í security, það tók svona max tíma. En núna erum við bara að fara að hanga að gera ekki raskat. Má ég sjá? Þetta er næs, maður. Þetta er að fyrsta sem við erum að borða í allan dag. Klukkan er 20:06. Feit spara og slæsa. Ég var alveg smá reið. Varstu? Þú öskraði næst á mig sko þegar við erum að tjekka okkur inn. Ég var bara söng. Já, þetta var ekki gaman. Silla spurði hvert við að fara að borða og ég sagði það sem það lætið hætt að vera hangry. What's up? Sko, ég er ekki búinn að segja í þessu vloggi hvert við erum að fara, en ef þú ert að horfa á þetta vídeo, þá sérðu hvað title á vídeón er. Þá veistu nákvæmlega hvert við erum að fara. Við erum sérst að fara til Austin í Texas. Aldrei komið þangað, mjög spenntur. Ástæðan okkur að vlogga er að ég er búinn að gera TikTok fyrir allan mánuðinn. Sérst það er 7. júlí í dag, við verðum í 3 vikur, þannig að við komum heim 28., 29. eitthvað þannig. Og ég ætla ekki að gera neinn TikToks á miðinni úti, af því ég posta þar okkur einasta degi. En ég er búinn að content grænda síðustu 2 vikur cirka, þannig að ég þarf ekki að gera neitt vídeón úti, ég er með allt ready. Þannig ég ætla að vlogga í stæðina, því ég elska það mikið að gera. Við verðum í Airbnb. Við erum núna að fljúa til Baltimore. The piece of shit sem Baltimore er. Ég hef farið nokkur sem þangað. I do not like the city. En við lendum klukkan 10 og svo næsta flug klukkan 8 morgunin. Þannig að við ætlum bara okkur flugvallahótel, sofa í 5-6 tíma og svo í 3,5 tíma flug til Austin. Við lendum þar 10:30 en Airbnb okkar, ég held við fáum það klukkan 5. Þannig ég er mjög spenntur að gera hástór þar. En nú er klukkutími og 10 mínútur í flug. Ég ætla að slaka á. Sjáum til mér. Where we should ride in swangers and put diamonds in our necklace. Pour drink inside my lemonade till it look like a Pepsi. See, I come from the D where we got checks and we be flexing. If you ain't from my state, then you should know don't fuck with Texas. Hey, we always strapped, we keep our weapons. My mama. Used to think Pepsi was a god before he went to heaven. Ertu að grínast hvað erum við mikinn farangur sérlega fyrir, reynda 3 vikur. Þessi er næstu í full, þessi er svona 3/4 og þessar 2 eru tómar, þannig að það er allt í góðu. Klukkan 11 við fara að sofa af því að næsta flug klukkan 8 í fyrramálið og við pöntum okkur makkarann. Hvaða glas fáum við? Ég vona að það sé ekki fjólblá skrýmslið. Þessi aftur. Góðan daginn. Við vorum að vakna og það eru 2 árið næsta flug. It's too early for this shit. Og þá erum við komin í gegnum völlinn. Hvað tók þetta langan tíma? Svona 25 mínútur, hálftími. Og núna er svona 1:40 cirka í flugið okkar til Texas. Klukkan er 6 eitthvað í morguninn. 6:30. Og með restina af fjölskyldunni er að fá sér McDonald's klukkan 6:30 morguninn. Þá fekk ég mér próteinstykki sem ég sá á flugvellinum og vatn. Ég er ekki alveg tilbúin að fá mér McDonald's fyrir klukkan 7 á mótana. En ég dæmi engan þó. I've been there, I've done that, en ekki lengur. Charging a power bank is not allowed on board the aircraft. Þá erum við mætt til Austin, Texas. Klukkan er 12. Við fáum Airbnb okkar klukkan 5 í dag. Það er engin möguleik að komast fyrr, við spurðum.
Þannig að við þurfum að ángríns að drepa tíman hérna í 5 tíma. Mér svo ógeðslega heitt, ég í gallabuxum, ég í svörtum ból, sveittur eftir flugið, ógeðslegur. Mér ógeðslega heitt, þannig að við ætlum að fá okkur hádegismat. Þetta bíllinn, Ford Bronco með hann innan allar 3 vikunar. Já, ég glemdi kannski að segja, það verða svona 3 til 4 vlogg cirka. Ég að tala að gera 1 ferðavlogg og svo bara svona vikuvlogg. Þannig að við sjáum hvað gerist. Kannski ger ég bara 1 vlogg, kannski ger ég 6, ég veit það ekki. Það er bara one way to find out. Ég ætla í Walmart að koma stuttbuxur sko. Það er insane heitt hérna og við erum núna að fara á Chick-fil-A. Let's go. Spurning sem veg. Hvað ef þetta væri bara fyrsta glasið? Hvað ef? I don't know. Gekkjaði eitthvað? Þetta geðveikt glas eins og kúaglas, það er búið akkur þetta að segja. Ég fekk mér chicken strips, franskar og sósu. Sko ég er meiri Raising Cane's maður en mér langaði Chick-fil-A núna, ég var eitthvað að greifa, ég veit ekki hvað hverju. Það er dagur 1, við erum strax byrjað bara óholt. Við verðum að vera duglegir í ræktinni sko. Við erum að fara í Walmart í rauninni bara að eyða tíma því að fáum íbúðina klukkan 5. Ég ætla að kaupa mér stuttbuxur af því ég er að deyja úr hita. Þetta er bara, Sko ég var að ræða hvað þetta er ógeðslega stór Walmart. Back to school, það er bara 8. júli í dag. Smá reality checka á þá sem er að fara aftur í skólan. Óli, hann er núna að vlogga. En mér langar smá í mínu eigin vloggkameru og ég held að þessi var í geðveik, actually. Má ég sjá. Hún er svona 1900 og eitthvað. Hvað kostar hann? Ég veit ekki, ég ætla að skanna. Ég elskar svona hvað er ógeðslega mikið af svona vlogdæmi og svona ljósum og eitthvað. Þetta er samt actually mjög sniðugt. Hún kostar $31. Sko, tipp frá Óla. Ég er búinn að sjá rosalega marga vera að kaupa svona mikrofóna á einhverju netsíðum og eitthvað og nóti í TikTokum. Frábært er að kaupa mikrofón. En ef þið eru að kaupa þennan, hvað fokkanum er að gera? Þetta er versti mikrofón sem til er í heiminum og þegar ég sé fólk gera TikTok með þessu mikrofón, ég fæ bara svona, mér líður bara illa. Eins og góður maður segi, það er hægt að fyrirgefa fólki fyrir léleg vídeo en það er ekki hægt að fyrirgefa fólki fyrir lélegt hljóð. Ekki kaupa svona mic, bara do it for me. Heyrðu, kaupa þetta, geðveikt. Herri, hún er á 50% aðslættir, hún er á $40 af því hún er reynilega mjög mikið hoppandi og skopandi. Geðveikt sætsamt, grínast. Geðveikt í PetSmart, þú getur keypt þér sko taramtúlu á $30. Hljómar eins og geðveikt kaup, svona ángríns. Tjóðlega er PetSmart geðveik búð. Ekki sammála Silla? PetSmart er geðveik búð. Geðveik búð. Ég var að kaupa hérna hálsól fyrir Gilbert út af því að honum tókst að festa hana í búruna skuffa og Guffi naga hana þannig hún er ónýtt, þannig við keyptum bláa og hann er appelsínugulegur þannig hann svolítið svona blár þannig að og uppáhaldsdóta þessi mús þannig að It makes sense. it makes sense. Nei, þetta passar fullkomið í skottið. Ángríns. Klukkan er búin að slá 5 og við erum búin að fá Airbnb. Þetta hérna er semst herbergi okkar Sillu. Bara mjög fínt. Við erum meira að segja með baðherbyggi inn á herbygginu. Risastórt. Og fataherbyggi. Ég held ég gera house tour og svona amenities tour í næsta vloggi til að hafa eitthvað efni þá. En við erum alltaf með stofu og í Seldus. Þannig að þetta er risahús. Það er ekki eðla hátt til lofts. En já, ég ætla að gera house tour í næsta vloggi. 6:30, það er 35 gráður úti. Nice. A head of iceberg lettuce. Þau eru að fá sér I mean, this is kálhaus. a side of mayonnaise. He takes a picture of it so she has to go to the hospital. Sko, þetta er fáránlega stórt. Sko, klukkan er 10 og níða myrkur. Það var bjart fyrir hálftíma, sem er geðveikt. Alla, við erum komin í H.E.B. að versla í matinn. Veit ekki hvað er. Ertu að grínast? Þú veist, hvað er að frétta? Ég hef heyrt everything is bigger in Texas, en er að ræða þetta smjör. Þetta er smjör! I can't believe it's not. Ok, ég reyndar I can't believe it's butter, en þið fatti. Sko, þetta er stórt, en þetta er stærra. Þú veist, setjum við þetta á hausinn hennar Sillu. Bara svona í samhengi, þá er það jafn stórt á hausinn hennar Sillu. Klukkan er 2:30 í Íslandi bæði. En af hverju er ekki hægt að kaupa þessa kál? Fólk er geðbilaði núti. What's up vlog? Welcome back to my YouTube channel. Norska treyjan, kostar visslega $100 en